Hæ! Mér datt í hug að taka upp óspennandi vídeo. Kannski það ekkert óspennandi, en mér finnst náttúrulega skemmtilegast að mála með eitthvað mikið á vídeói og leyfa ykkur að sjá, en svo fór ég að pæla ég loksins komið með einhverja rútínu sem ég geri svona fyrir vinnu og svona. Af því að ég hef aldrei haft neina rútínu, lengi vel nennti ég aldrei að hafa mig til, mér bara leið þannig, ef ég segja eins og og var þá sjaldan máluð og svona nema þegar ég fór eitthvað, þú veist, að tjúta eða eitthvað. En svo bara breyttist það aðeins og mér fór að líða betur og þá langaði mér bara að líta betur út og vera fínni og þá fór ég að finna mér svona rútínu til þess að gera bara sem frekar snögglega og ég næ að gera hana frekar snögglega fyrir vinnu. Ég get alveg dundað mig við þetta í margar mínútur og upp í einhverja klukktíma. Það nú bara að vera stelpa. En sem sagt, þetta mjög lettferðun og lítil, sumum á eftir að finnst þetta að vera kvöldferðun fyrir sig sem bara allt í góðu. Ég ætla ekki að nota neina augnskugga, ég ætla bara að nota kontúrkitti fyrir slík, bæði á húðina og augun. En þó ég sé bara að fara að gera pínulitla dagferðun og létta, þá ætla ég að byrja samt á augnskuggaprimerinn frá Milani. Hann bara að jafna áferðina á augnlokinu og svo ég sé ekki með neina svona húðfitu eða olíu og svona í röndum og svona, og svo það sem ég geri haldist betur og auðveldar að vinna með það. Það miklu auðveldar að blanda augnskugga og svona með því að hafa svona grunn undir fyrir allt auðveldara á. Þá það búið, djók. Svo tek ég kontúrkittið í medium sem þetta hérna. Ég tek brúna litinn og ætla að skyggja mér augun og ég bara nota þennan bursta frá Real Techniques til þess að setja litinn þar sem ég vil hafa hann, sem hérna í krísið, bara það sem að, þú veist, skugginn náttúrulega, en maður bara einhvern veginn mótar það meira svona, planta þessu svona, svo tek ég þennan bursta frá Crown Brush, svona fluffy bursti, og dreifi þessu bara, svo þetta lúkki bara sem skuggi og ekkert meira en það. Svona bara, svo tek ég highlighterinn, nota bara þennan fluffy bursta aftur og set hérna undir, bara til að gefa smá ljóma. Og smá dumpa á augnlokkið þar sem engin litur. Sumir nota þennan ljósa highlighter mér bara sem augnskugga og það bara mjög fallegt. Blanda þessu aðeins saman og þetta basically það sem ég ætla að gera með skyggingu. Svo tek ég hérna Milani, Eye-Tech Extreme Liquid Eyeliner sem bara svona penni. Ég nota alltaf gel-liner frá slík þegar ég að gera mikla förðun og svona, því ef ég með mikinn augnskugga á augnlokunum eða glimmer eða eitthvað. Hvað þetta? Þá finnst mér ekki gott að nota svona því að stundum festist púðrið og svona í filternum og skemmir á stundum í hendinum daginn af því að hann var eiginlega bara harður hérna fremst af augnskugga. Mér finnst það pirrandi. Þannig að ég nota hann frekar á berahúðina eða bara svona þar sem ég bara búin að gera eitthvað okkapokalítið. Annars nota ég gel-linerinn leið og ég kom með einhverja augnmálingu af viti. Þannig að ég nota þennan hvers dag, ég byrja hérna í miðjunni. Dreg svo út smá línu. Og þetta er mjög þægilegur penni til þess að æfa sig á eyeliner. Það finnur svo mjór og svona. Það er svo auðvelt að teikna á sig. Svona.
Svona bara. Þá bara maskari. Að sjálfsögðu uppáhaldið mitt frá Sleek sem heitir Full Fat Lash. Skrýtni maskarinn með kúlunni. Byrja á neðri augnhárunum og þá nota ég þennan mjóa part aðalega. Svo byrja ég alltaf á að fara alveg upp í rótina og þá ég að nota líka mjóa partinn af greiðunni til þess að ná litnum alveg onni. Og svo kúlan alveg til þess að bæta á meiri maskara. Æ, sorry, ég glemdi að lækka í útvarpinu. Ég hlusti bara á það með mér. Ég er líka búin að vera að prófa aðra maskara. Ég prófaði þarna Roller Girl eða eitthvað, hvað hann heitir, frá Benefit. Hann fín. Lash Sensational minnum frá Maybelline. Maybelline maskararnir eru náttúrulega bara snild. Svo gott sem allir. Þá augun tilbúin. Primer frá Sleek. Control Shine and Prime. Oil Free Mattify. Og það þarf óbáslega lítið á honum. Og hann mattar. Veit ekki hvað þið sjáu það þegar ég gera þetta. Hvað hann tekur glansinn sem nú þegar í húðinni. Svo svona hversdagsmeik ég búin að vera að elska frá Maybelline hérna. Flawless Nude. Þetta svona mega þunnt. Og mér finnst svo þægild að vera með svona létt meik virka það. Svo ég með meira full coverage svona þegar ég fara út. Og ég rosa sniðið þegar ég gera þetta. Ég gerir bara svona. Og svona. Svona. Tek svo bara flatan. Busta. Ég fer aldrei með meikið alveg upp fyrir augun af því þar set ég hiljarann og það svo þunn húð að ég vil ekki hafa lög af farða og hiljara þar af því þá getur það bara farið í rugl. Það viljum við nú ekki. Svo ætla ég að nota hérna Lumi highlighterinn frá Sleek í litnum 02. Hann komin í hans nýjar umbúðir og það hans ný formúlan í honum og ég ekki búin að prófa hana fyrr. Þannig að ég spennt. Set hann á mig bara svona. Og nota hérna snildarbusta frá Morphe sem ég fékk á fotja.is og hann nummer E8, hann svona þéttur. Og mér finnst algjör snild að nota hann í hiljara. Og ég vil alls ekki hafa hiljarum minn of ljósan undir augunum. Það alveg fallið að lýsa upp augsvæðið en þegar þetta orðið of mikið út í hvítt þá þetta bara orðið svo skrítið. Dreifið þessu bara vel og líka gott að dumpa svona bara. Eyða út svona skilum þar sem að meikið endaði og hiljarum byrjaði. Og tek líka alltaf meikbustan og svona renni yfir bara svo sé engin skil. Þetta birtir upp augsvæðið, þessi hiljari. Og ég ætla að nota mattpúður yfir, bæði hiljaran og meikið. Og ég að nota núna bara Laura Mercier og ég var að tala það á Snapchat þegar ég gær bara að hérna passa sig að setja ekki hérna eins og til dæmis helgar þá ég að nota meira púður með ljóma eins og bara annarkvort púðri frá Sleek, Professional Finishing Powder eða Magic Powder frá Makeup Store. Og þau eru með ljóma og þau setja ég ekki undir auguna því að ef maður setur ljómapúður undir augun þá verður maður stundum eins og endurskinsmerki þegar það eru teknar á manni myndir. Það er mjög sérstakt. Núna ég sérst bara að dumpa möttu púðri bara yfir allt bara til þess að festa meikju og svona. Ég gerir þetta alltaf, mér finnst þetta bara þægilega. Og svo örlítið undir augun.
Og það er líka bara gott að eins og þetta púður er translucent sem að þýðir bara að það sé glært. Og það er best að nota þannig púður undir augun. Svona bara. Þá ætla ég að skyggja fjesið. Tek kontorkeittið aftur í medium og set hérna undir kinnbeinin. Skyggja aðeins þau og svo aðeins hérna upp á og aðeins hérna niður. Svo má sé ekki bara með eina línu. Og það er bara, finnst mér fallegast að dreifa þessu bara nógu vel svo þetta sé ekki línur. Svo þetta sé meira þessi skuggi. Svona aðeins hérna, gera smá svona dæmi, svona, svo við séum ekki verið með beina línu. Móta þessi epli. Svo highlighter. Nú er ég að missa mig í highlighterum af því það var að koma sem sagt fljótandi highlighterar og ég nota þennan langmest. Hann heitir Monaco og hann er svona bara ljós perluáferð. Það er að nota hann út í farðan og þú veist ef ég er ógeðslega döll og með þurra og þreytta húð þá er ég að gera það. Og svo líka bara, ég er að pæla að setja hann bara á kinnbeinin mín núna. Af því að hann er, kemur svona út. Ég ætla bara að taka aftur þennan bursta með hyljaranum og bara dumpa hérna ofan á. Og þess að kemur náttúrulega allt of mikið úr pumpunni af því að það þarf svo lítið. Svona. Já, þessi er rosa fallegur og rosa svona pastlegur. En þetta er svona hversdags highlighter, en svo var ég líka að fá crazy helgar highlighter. Ég skipti þessu alltaf svona eftir dögum og ég set highlighter bara hér. Ég láti það duga. Jú, hérna. Aðeins, ég dumpa einu frekar. Bara að fara að valja í þetta. En þess að hinn er highlighterinn sem ég var að fá er þessi hérna paletta. Og hún er bara sjúklega flott og svona eins og falleg með umbúðum. En svo ætla ég að setja mér smá kinnalit. Það er langoftast hversdagst Luminoso. Hann gefur manni bara svo ótrúlega passlegan lit til kinnarnar og ljóma. Ég byrja alltaf á að setja í eplin og dreifa svo aðeins út á. Augabrúnirnar mínar eru bara fínar finnst mér. Eftir hana svölu mína. Skerpurnar aðeins þetta fremst. Svo að því ég er að fara í búðir með mömmu og kaffihús með mömmu sín. Þá ætla ég að setja með varalit og nýjasta uppáhaldið mitt er Rose Garden frá Ellis Plus. Gúlis er algjör snilld og hann er algjör hversdags og ég hendur hann stundum á mig bara að mér langar að vera fín. Svo fann ég þennan, hann er svona grábleikur, mér finnst hann æði. Og áðurinn í málum að setja á mig varasálfu eða einhverja varanæringu svo þær sé ekki þurrar þegar ég geri þetta. Þetta er alltaf sumt, ég er náttúrulega af því ég er að tala þá er ég lengur að þessu en ég er svo snögg að þessu þegar ég er að gera þetta bara fyrir vinnu og svona. Þá er ég bara, ég er eiginlega alltaf með þessu augu af því að mér finnst bara, þetta gerir bara nóg fyrir mig að vera með smá eyeliner, þessa litlu skyggingu og svo hendi ég á mig gloss eða varalit eftir í hvernig stuð ég er í. Bara falleg húð og ekkert bras. Ég er lengi búin að reyna að finna mér einhverja hversdagsrútínu af því að ég dett svo oft í það að vilja mála með eitthvað mikið en þetta er bara passlegt í vinnuna. Ég vona að ykkur líkar þetta og ég vona að þið getið eitthvað nýtt ykkur þetta í ykkar eða eitthvað sniðugt eða bara, ég vona bara að ég hjálpi einhverjum eitthvað bara alltaf þegar ég er að segja eitthvað svona bull.
Það búið að, ég ætlaði að svo enda þetta vídeo á að tala kontór og baking af því ég setti smá inn á Snapchat í gær það að það væri ekki nauðsynlegt og eitthvað og ég fattaði ekki að væri svona mikil umræða í gangi þetta þannig að það sem ég vil meina eða það sem ég vil segja að þetta kontór og baking dæmi þetta kemur allt frá dragdrottningum þetta bara ef við googlið dragdrottningar þá sjáu þið bara þeir eru náttúrulega, þetta eru kallmenn sem vilja líkast konum og þeir eru miklu meira kassalaga og allt öðruvísi í framan en við þannig þeir eru alltaf að skyggja sig alveg bara lengst hingað og augabrúnar hér og skyggingarnar og allt þetta þeir eru að forma andlitið upp á nýtt kontóri varð ótrúlega vinsælt eftir að Kim Kardashian systurnar gerði allt brjálað held ég að það hafi byrjað einhvern veginn þar allavega einhvern veginn fær maður svo oft sendar myndir af þeim það náttúrulega því þær eru með 17 kastara á sig bara alla daga þannig að þú veist og í svona mikilli birtu þá bara rennur allt saman og ég sé það rosalega mikið eins og þegar ég er að vinna í leikhúsinu og svona að ég byrja alltaf á að gera rosalega lítið og svo man ég bara leið og fólki fer upp á svið það bara já alveg rétt þetta sést ekki þannig að ég þarf að gera svo miklu meira og þess vegna er náttúrulega leikhúsförin ýkt af því að það rennur allt svo saman í ljósunum baking er held ég líka komið frá, ég veit ekki hvort það sé komið frá dragdrottningum en þetta að vera rosa hvítur undir augunum þetta er meira áhersla á munin hér og kinnbeinin á þeim til þess að ýkja þau meira en ég veit ekki hvernig þetta baking dæmi kemur en að láta púðri liggja til þess að festa svo hyljar hann betur og farðan og svona og já, örugglega sniðugt en mér finnst bara svo vant með farið að gera þetta af því að, einmitt, ef maður notar ekki réttu púðrina þá hefur maður sér myndið þar sem að stelpur eru bara með hvítar endurskínslínur svona undir augunum og hérna en, þú veist, það getur samt orðið rosa falleg áferð af þessu og, þú veist, öll trend eru skemmtileg, mér finnst þetta allt saman ótrúlega gaman að sjá fólk vera að gera þetta og pæla í þessu en ef þið eruð ennþá í grunnskóla og ef þið eruð 13, 14, 15, 16 þá er þetta eitthvað sem maður kannski þarf ekki alveg að gera ég skil alveg vilja prófa þetta og prófið þetta alveg en svo við svona unga stelpur þurfa ekki svona mikið ekki svona rosalega mikið eins og er í dag þessi vídeo öll þú veist eins og mín ég er alltaf að mála með sjúklega mikið og sjúklega dökkt og auðvitað vill einhver þú veist prófa það og eitthvað en ég er 29 ég er að detta í fertugsaldurinn ég hef ekki sagt þetta þar shit, ok en málið með mig er síðan ég lærði förðun 2007-2008 út í London þá var ekkert svona trend í gangi beint það var bara, þú veist, YouTube var rétt að byrja og Instagram var ekki til og Facebook var að byrja og það var ekkert svona þannig að sko en ég hef verið að kontóra eða skyggja andlit frá því að ég lærði af því að þegar maður setur á sig farða og hyljara þá er maður orðinn svolítið samlitur og hvað þá í ljósum eða þar sem maður fyrir einhverstaðar út þannig að auðvitað viltu skyggja og móta andlitið þitt en það þarf ekkert rosalega mikið þetta er óbúslega lítið og þetta á ekki að sjást og þú veist í neinum línum og svona en svo segi ég samt alltaf, ég er farin að tala í hringi ég segi samt alltaf engar reglur og geri það sem þið viljið, algjörlega en já bara farið svolítið varlega af því að sérstaklega þið yngri stelpur af því þið eruð sætar og það er svona nægum tími til þess að prófa þau áfram já, ég tala í hringi þú veist, það eru sumir sem gera þetta og bara allt í góð með það þegar ég var svona 18 ára þá málaði ég mig alveg svarta augun og dróða svona hérna út báðum megin sko mér fannst ég svöl það var allavega engin eins og ég þetta finna þá mynd eitthvað starf sýningur þetta er pínu svona less is more eins og svona hversdags ég skil alveg, þú veist, ég er sjálf þannig ég gerir grín að því að ég sé eins og dragdrottning þegar ég fer út að djamma því að þá er maður að setja á sig þykkra lag og meira og maður að setja augnhár og glimmer og allt þetta og það er bara gaman en þið eru ekki að missa neinu ef þið gerið ekki baking og kontórið ekki indíánamálinguna og það ég hef aldrei gert það til dæmis það bara heilla mig ekki þannig að ef ykkur langar að gera það prófið bara ef ykkur langar það ekki þá eru það ekki asnalegar ég held að ég sé komin út í eitthvað rugl já ég vona að eitthvað point skili sér og ég vona að þið hafi gaman að þessu og ég vona að þið bara hafi gaman að þessu öll saman ég ætla að klára að gera hárvídeó sjáðu hvað er með sítt hár
Ég ætla að fara og gera háruvídeó núna, eitthvað rugl. Takk fyrir að horfa alltaf á ruglið mér og alltaf. Og munið að ég er á Snapchat, haustfjord.is. Mér finnst það ógeðslega gaman að tala við ykkur þar. Ég reyna að skrá mig inn á hverjum degi en ég man það ekki alveg alltaf. Og ég svara alltaf um leið. En það er náttúrulega ef þið eru með spurningar eins og get ég keypt augnhár í dag eða eitthvað og ef þið eru á Akureyri, náttúrulega, af því ég er þar, þá er best að senda mér á Facebook. Heyrðu, ok, bye!